Þrándur Gíslason, 24-29 sigur hérna í Safamýrinni gegn Frömmurum. Hver þín fyrstu viðbrögð? Þetta náttúrulega bara dásalegt 2 stig og það mikilvægt að fá þessa punta inn. Erum búin að vera að ströggla, áttu svolítið leitt start og svona, en þetta er það sem koma skal. Við ætlum að halda okkur frá okkur og djöflast í þessu. Þið byrjið leikinn heldur illa og Framararnir svona taka forskotið, en síðan náðu þið svona þegar líður á leikinn að snúa þessu ykkur í vil og bara spilið og náðu mjög sannfærandi sigri. Já, ég meina að við bara þú veist, erum aðeins að finna taktinn, vorum óheppnir fyrstu mínúturnar og vorum að nýta færin illa og láta verja hans frá okkur og vorum svolítið að opna vörðunar og vorum aðeins að finna taktinn í vörðinni. Vorum aðeins að láta Sigga gert finna okkur út úr skónum og gera nákvæmlega það sem við ætluðum ekki að leyfa honum að gera en svo bara voru þið teknir föstum tökum og boxaðir í harfisk og það var það sem við komum ekki til að gera. Það var bara boxbardagi og við stöndum upp sem sigurvegarar enn og aftur. Hvað myndirðu segja hafi skapað þennan sigur? Sko, dómgæslan alltaf hallaði á Framara mikið, allan leikinn og það er náttúrulega hárrétt sem Einar segir og það halli bara á þá í hverjum einasta leik og hver einasti maður sem dæmir hann dæmir á móti Einar en það sem hann veit ekki að þetta er sjálfskapavíti sem hann er búinn að koma sér í og hann þú veist, hann verður bara aðeins að halda í hestana ef hann ætlar að snúa þessu dæmi við en þangað til þá verður þetta bara svona áfram. Það heldur áfram að halla þá og það hjálpaði mikið neitt. Þannig að þetta er bara gott mál. Ég kvart ekkert yfir því á meðan hann heldur áfram í þessu. Þetta er líf og fjör. Nú eru komið með 4 stig, eru þið að komast á ról? Já, við erum að komast á bullandi siglingu. Við erum að fá miklu meiri stöðuleika í okkar leik og vorum bullandi sensa mútið F á síðast og unnum Akureyri þar áður og þú veist, við erum bara að ná miklu meiri stöðuleika í okkar leik og sjálfstraustið að vaxa og já, það er bara helst allt í hendur og menn svona voru svolítið sleikna út af læginan í byrjun með þessu glata starti en eru allir að komast til skrið og þetta bara lítur vel út og er virkilega gaman hugur í mönnum og skemmtileg stemning í hópnum og það er eitthvað sem aldrei vantað þannig að við bara höldum áfram og sjáum hvað framhaldið verður. Þetta er bara gaman. Hvað má samt helst bæta ennþá? Við erum náttúrulega bara á fullu að vinna í sóknarleiknum og vörðin okkar er ekki beint áreinuleg fyrir andstæðingar með tvo törnandi í miðjunni og Sverri á kantinum og fullan bekk af hraustum mönnum sem eru til að taka vaktina. Þannig og svo erum við svona að vinna í seinni bylgju og hraðaflöpum sem þarf að fimmbúsa aðeins. Annars held ég þetta sé nokkuð gott, markvarslan alltaf bara tipptopp eins og við erum að búast með Davíð fyrir aftan og góða vörð. Þannig það er aðalega, við höldum að horfum að slípa sóknuna og hraðaflöpin, seinni bylgjuna. Nú er það Stjarnan 2 í bikarnum og svo síðan ÍR í deildinni. Hvað ætlaði að leggja áherslu þar? Það er náttúrulega bara klárlega sigur á móti klárlega áhersla frá sigur og ekkert annað á móti Stjörnunni en þeir eru með gott lið, þetta er heimslið og þeir eru búin að vera svona með þessum efstu liðum í utandeildinni síðustu ár og við erum bara með ágætis mannskap og ég þekki nú einhverja mennuna þeir hlakka mikið til átakanna á mánudag á móti ÍR. Við erum náttúrulega finnst mér við harma að hefna. Við máttum fá eitthvað út úr þessum leik í fyrsta leik tímabilsins að Varmá. En það voru svolítið yfirspenntir og bara kostum þeir leik frá okkur þannig. Þeir eru með bullandi lið og við líka þannig við erum sterkari, ég hef enga það er ekkert annað, hvað segir maður, ég hef sterkari, það er ekkert annað, það er ekkert öðruvísi sko og þú veist, það er bara að sýna inn á vellinum og halda spennustíðinu réttu og taka Björgvin og snúa niður og þetta er allt klárt, það er ekkert annað að gerast þarna hjá hans.
Veistu hvað gerðist fyrir Einar Héðinsson? Það var eitthvað, fór eitthvað í öklanum á honum og hnénu, þetta eitthvað einhver pakki, ég veit ekki hvað það nú hvað erfitt að segja til það núna en hann var allavega mikið þjáður og það kemur bara í ljós hvað verða vill. En hann fyrir vonandi í einhverja sigurlómun sem fyrst og það kemur bara í ljós. Þrándur Gíslason, fyrirliði Aftureldingar, takk fyrir. Takk svo með þess.